Starfsleyfi fyrir kísilmálmverksmiðju United Silicon í Helguvík verður afgreitt í sumar. Auglýst verður eftir athugasemdum á næstunni. Fyrirtækið United Silicon hyggst reisa kísilmálmverksmiðju við Stakksbraut 9 í Helguvík. Félagið keypti hlutafé í fyrirtækinu Stakksbraut 9 sem áður var með á prjónunum kísilverksmiðju í Helguvík. Framleiða á 100.000 tonna á ári og selja til Evrópu og Ameríku. Umhverfisáhrif framkvæmdarinnar hafa verið metin og samkvæmt því verður losun mengandi efna á svæðinu innan við þau mörk sem sett eru í gildandi laga og reglugerðum. Það breytir því hins vegar ekki að þetta er mengandi starfsemi og mun hafa losun á mengandi efnum í för með sér. Eins og þetta er sett fram í dag að þá er það niðurstaða í mat- og umhverfisáhrifum að loftgæði á svæðinu munu koma til með að rýrast. Þau munu koma til með að versna. Verksmiðjan mun losa út í andrúmsloftið 360.000 tonnum af koltvísýringi sem er örlítið minna en eitt álver. Hún losar einnig 1500 tonn af brennisteinsdíoxíði og 130 tonn af ryki sem er töluvert minna en álver. Málmar eins og kopar, sink og aðrir þungmálmar geta verið í rykinu. Félagið Thorsil stefnir líka að því að framleiða kísil í Helguvík og auk þess hefur verið rætt aðra starfsemi á þessu svæði. Helguvík er nálagt íbúabyggð á Reykjanesi. Ef að farið verður út í alla þá starfsemi sem fyrirhuguð er á þessu svæði, að þá teljum við mjög mikilvægt að það verði farið þarna í sameiginlega vöktunaráætlun á svæðinu til þess að sé hægt að fylgjast með heildarálagi á svæðinu og hvaða áhrif það kemur til með að hafa á bæði lífríki og heilsu manna á þeim svæðum. Drög að starfsleyfi verða auglýst í apríl eða maí og íbúar geta þá sent inn athugasemdir. Við gerum ráð fyrir að afgreiða starfsleyfið þegar auglýsingatíma lýkur og það eru þá öllum líkindum miðjan júní.